Við ætlum að byrja á að skoða söguna sem að má eiginlega segja að einhver leiti sé svona upphaf nútímans. Okkur hætti kannski til þess á síðar árum að horfa á upphaf nútímans sem ákveðna tæknibreytingar sem að koma í gegn eða svona efnahagsleg atriði sem að ýta undir uppbyggingu samfélagsins, en það er náttúrulega kannski það sem helst mótar okkar tíma er svona, hvað ég að segja, svona félags uppbygging samfélagsins, hvernig er að líðræðið skýtur rótum, hvernig fólk berst fyrir hagsmunum sínum í ólíkum félögum og öðru slíku sem er kannski það sem að ræður mestu samfélagið í dag. Hrafnkell Lárusson, þú hefur nú verið að skoða, skrifaði doktorsritgerð svona félags uppbyggingu frá 1874, þegar stjórnarskráin kemur hérna. Það er líka svona oft vísa til þess ártals þar sem að þetta kveikti svolítið svona eld í hugum manna og brjóstum manna víða. Ýmsar fer svona margt kannski saman til þess. Og á áratugunum þarna á eftir að þá eru starfandi hér félög sem ekki voru til áður og sem að má eiginlega segja að móti svolítið nútíman okkar. Já, það er þetta ártal, ég skrifaði doktorsritgerð sem hefur þennan tímarama frá 1874 til 1915 og miðast svona í stuttu máli við tilkomu stjórnarskrárinnar 1874 og síðan við útfærslu kosningaréttarins og tilkomu kosningaréttar kvenna 1915. Ég hefði gjarnan viljað teygja hana lengra en maður verður að afmarka sig svo maður einhvern tímann ljúki svona verki. En það er skemmtilegt að þú nefndir sko það þegar að á þessu fyrra ári 1874 að þá voru haldin víða land mikil hátíðahöldum sem að voru tilefni að 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar. Og heimildir frá þessum tíma einmitt margar benda skýrti þess að þetta hafi haft mjög mikil hugarfarsleg áhrif. Fólki hafi dálítið liðið eins og það að nýjir tímar væru að hefjast og það var í rauninni rétt en kannski gerðist samt ekki eins fljótt og fólk hafi vænst því að á árunum og eftir, strax árið eftir kom stórt áfall sem var Öskjugosið 1875 og síðan fóru vesturferðir í fullan gang í kjölfarið. Sem var ákveðið svona frelsis atriði að þú gast vinnufólk gat flúið. Já, og bara stór hluti þeirra sem að fóru á þessum tíma var fólk sem í rauninni átti að vera undir vistarskyldu sem að var ekki aflögð eða var ekki létt að verulegu leiti fyrir 1893. Kannski sem afleiðing af vesturförunum að við getum náttúrulega ekki ráðið í það hvað hefði gerst ef þau hefði ekki verið. En það var svona lúmskótun vinnufólksins að það geti bara farið. Já, það náttúrulega má segja það margt í þeirra hópi hafi kosið með fótónum með þessum hætti og farið. En ég var náttúrulega reyndar ekki að rannsaka það þannig séð en þessi doktorsritgerð mín sem ég varði núna fyrir rúmum 2 árum síðan að hún heiti Lýðræði í mótun og fjallar í rauninni sko tilkomu félaga og félagshreyfinga eftir 1874 og til 1915 og það voru auðvitað til félög hér á landi fyrir 1874. Það virðist vera að sko yfirvöld, Ísland náttúrulega var hluti af danska ríkinu þessum tíma, að yfirvöld væru ekkert að skipta sér af því þó að væru stofnuð hér ýmis konar félög lengi vel en þau voru nú yfirleitt svona fram að þessum tíma voru það kannski fyrst og fremst framámenn í samfélaginu sem að voru að bæði í samfélaginu í heild og í nærsamfélaginu sem voru að stofna þau. Breytingin sem verður á þessu tímabili og kannski sérstaklega þegar að draga nær aldamótum er svo að þessum félögum sem eru starfandi í landinu þau fjölgar mjög mikið, þáttaka í þeim fer að verða mun almennari og áhrifamáttur þeirra fer að vaxa líka. Og áður kannski voru sko þetta mikið til eins og búnaðarfélög og slíkt sem að voru kannski fyrst og fremst bændur í einstaka það voru forverar fyrstu lestrafélögin voru embættismannafélög en það voru þetta komin almenningsfélög þarna á þessum tíma og reyndar fyrr. Og lestrafélög voru til þess að dreifa lesefni eða voru það til þess að kenna lestur eða?
Nei, þau voru fyrst og fremst til að dreifa lesefni sko. Og þar náttúrulega verður að hafa í hyggju hafa í huga að þeir sem að voru í félagunum, þó svo kannski fólk sem að bjó á hverju heimili nyti góðs af, að það voru eingöngu félagsmennirnir sem oftar en ekki voru húsbændurnir sem að réðu því hvað var keypt og þar alveg hvað var lesið. En það margt í rauninni, sko, það kannski engin ein skýring á því af hverju fer svona mikil hreyfing á félagastarf hér á landi á þessum tíma. Það held ég margt sem að hjálpast þar að. Erlend áhrif að nokkru leyti, sumar af þessum félögum sem síðan urðu að hreyfingum, eins og bindindishreyfingin skýrasta dæmið var náttúrulega bara beinlínis innflutt. Aukin tengsl við útlönd, bæði með vaxandi ferðum Íslendinga á þessum tíma og náttúrulega líka því sem við myndumst á hér áðan, vesturferðunum, sköpuðu tengingar og það miðlaði auðvitað hugmyndum, bæði praktískum og eins annars konar hugmyndum. Og síðan náttúrulega líka annað sem að tveir aðri þættir sem eru stórir í þessu, það vaxandi fjölmiðlun, það meiri framboð og lesefni og það aukning og meiri aukning í almenningsfræðslu og í rauninni menntun almennings sem var margs konar, þá ég að tala menntun í víðu samengi, ekki endilega skólagöngu því að á þessum tíma og langt fram á 20. öld var látið mjög mikið með sjálfsmenntun og til dæmis ungmennafélagshreyfingin sem náttúrulega 20. aldar hreyfing ýtti mjög undir það. Þannig að til þess að endurreisa, ef þetta þjóðernislegt, til þess að endurreisa þjóðina, að þá þarf ég sem einstaklingur að endurreisa sjálfa mig. Það líka svolítið í anda bindindishreyfingarinnar sem að ég ætla að verða hægt að drekka fyrir sjálfa mig, fjölskyldu mína og þjóðina. Það var stemmingið þar. Þannig það svona sjálfsmótunar andi yfir þessu tíðafærið þarna. Já. Bindindishreyfingin í rauninni ákveðin lykilhreyfing í þessu. Hún kemur að koma til landsins hér á 9. áratugnum. Það náttúrulega stofna ekki mikið af félugum fullir, sko. Nei. Það grundvallaratriði að renni að manna fyrst. Já, menn kannski það er ekki bara við hér heldur annars. Já, menn kannski stofnaðu, en það spurningin kannski haldaði mikið úti lengi mjög ölvaður. En þegar góðtemplarareglan kemur á 9. áratug 19. aldarinnar og fyrstu stúkurnar fara af stað, að þá, eins og ég sagði það náttúrulega innflutt hreyfing með í rauninni hefðir og reglur og bindindishreyfingin þá og síðan tók ungmennafélagshreyfingin má segja við því kefli á 20. öldinni voru svona það sem hægt að kalla svona félagsmálaskóli alþýðu því að báðar þessar hreyfingar og svo sem ýmsa fleiri hreyfingar reyndu mjög mikið að ná til fjöldans og þarna kynntist fólk bæði bara svona fundarreglum og auk þess sem var mjög ýtt undir það að fólk tjáði sig, bæði skrifað og talað og það auðvitað náttúrulega þjálfun í því lykill að opinberri þáttöku sem að kannski áður fyrir hafði fyrst og fremst verið bundin við þá hærra settu sem að höfðu kannski haft tækifæri til að ganga menntavegin og fá þessa þjálfun. En þarna innan félagana gat fólk náð í slíka þjálfun að móta hugsanir sínar í orð og talamál og ritað án þess kannski í rauninni nokkuð tíman að sækja formlega skóla. Og bindindishreyfingin hafði heilmikil áhrif á önnur félög og til dæmis hefur ofta talað tekið dæmi hér að leikfélagi Reykjavíkur sem að bindindismenn, allir þeir sem stofnuðu það voru bindindismenn. Annað sem að bindindishreyfingin gerði líka var það að innvinkla fólk bæði kalla og konur sem að þýddi það að þegar að kvennarhreyfingin svo nær sér á strik að þá eru margar konur sem að starfa innan hennar búnar að fá, má segja, ákveðna þjálfun í félagsmálum innan bindindishreyfingarinnar. Þó svo að kallar hafi reynda verið mjög fyrirferða miklir í það að stýra henni alla tíð. En að því ég nefni þessar tvær hreyfingar að
sko minn útgangspunktur í verkefni var í rauninni að spá í því sko hvaða áhrif á samfélagsþróun og stjórnmál þessi félaga bylgja hafði og skýrustu dæmin þau áhrif sem hún hafði. Margt auðvitað svona kannski órætt og erfitt að festa fingur á. En aðfylgningsbanni sem var sett 1908 hefði aldrei orðið nema fyrir bindindishreyfinguna sem barðist auðvitað mjög, sem var kannski hennar stóri sigur og eiginlega ósigur líka því að það fjaraði undan inn í kjölfarið. Það erfitt ef þú eitt markmið og nærði þá hvað alltaf að gera. Og að sama skapi má segja að þá ekki bara við hérna á Íslandi, þetta vandamál bindindishreyfingur út valdan heim. Já. Að sama skapi má segja að kosningaréttur kvenna hefði örugglega dregist mun lengur ef ekki hefði verið hér öflug kvennahreyfing sem að barðist fyrir honum. Víða heim að þá þetta eiginlega svona systurbarátta og ég held að Ísland sé eiginlega bara eina landið þar sem að var samþykkt bann áður konur fengu kosningarétt af því að bindindishreyfingin vildi efla konur og sækjast eftir kosningarétti vegna þess að það var talin vera lykillinn að fá bannið samþykkt af því að konurnar vildu náttúrulega miklu frekar setja áfengisbann heldur og karlar. En þetta vor víða eiginlega systurbarátta. En hér þá kemur áfengisbannið eiginlega löngu áður en kosningaréttur kvenna. Já og ekki síst fyrir einmitt tilverknað kvenna og einmitt eitt lítið dæmi sem ég þekki úr get sagt sögu því sem austan af fjörðum að þar komst ég í bréf sem að hafði verið sent á félög þar á svæðinu starfandi bæði góðtemplara félög og svo voru önnur bindindisfélög sem þetta voru ekki bara góðtemplara, það voru líka til bindindisfélög sem ekki til eru góðtemplarareglunni. Að það var kona sem var forystukona í bindindismálum fyrir austan og var síðan, hún hét Sigríður Þorsteinsdóttir og stofnaði síðan með dóttur sinni Ingibjörgu Skjaldóttur blaðið Framsókn sem var stofnað 1895 og það og Kvennablað Bríetar eru fyrstu í rauninni blöð sem að konur standa að útgáfu eða sem að tala máli kvenréttinda. En Sigríður skrifar, það vantar, ég fann þetta eins og segja uppkasta bréfi í hennar skjalasafni sem óársett en sent félögum, bindindisfélögum á Austurlandi það sem að beinlínis talað fyrir því að það verði ekki aðrir studdir í alþingiskosningum en frambjóðendur sem að séu annarkvort yfirlýstir bindindismenn eða minnstakosti jákvæðir gagnvart bindindi. Og þetta náttúrulega kannski, þarna sérðu ákaflega skýrt dæmi það að frjálsfélög að beita sér pólitískt og það sem kannski áhugavert í þessu líka, að þarna fólk sem hafði ekki fullan þeggrétt, konur náttúrulega hafði ekki kosningarétt til Alþingis á þessum tíma, sem eru að reyna að hafa bein áhrif á kosningar. Það líka eitt sem að aðferður sem ennþá notað í dag svo aðferð sem að Tebos-hreyfingin í Bandaríkjunum notaði alltaf að við gáttu fengið þá öfgafyllstu frambjóðunir með svona þrýstingi. En það sem líka svo áhugavert við þetta og við þá miklu þáttöku sem var í félagshreyfingum á þessum tíma það að megin hluti þess fólks sem var að bera þetta starf uppi og upp úr aldamótunum 1900 var fólk sem hafði ekki fullan þeggrétt, sem hafði ekki kosningarétt og kjörgengi. Allar konurnar og kallar undir 25 ára og jafnvel eldri, því að það voru ekki allir kallmenn með kosningarétt heldur. Og þetta fólk var í rauninni farið að gera sig mjög gildandi og jafnvel vera leiðandi í félögum í rauninni upp úr aldamótunum 1900 þetta fólk sem ekki með fullan þeggrétt í rauninni orðið mjög áberandi í forystu félaga. Og ef við reynum að vísa aftur til nútímans þá getum við kannski séð þetta gerast í baráttu Eflingar í dag, sem eru innflytjendur sem ekki hafa kosningarétt, meir en helmingurinn af félagunum sem eru að reka kannski svona róttækustu verkefnisbaráttunum í dag. Þannig að það hægt að hafa áhrif á lýðræðinu þótt þú hafir ekki kosningaréttin. Okay. Þess vegna einmitt svo erfitt að fara að skipta fólki út frá réttindum
upp í virka og óvirka vegna þess að þú getur haft öll réttindin sem í boði eru en í rauninni verið afskaplega lítið að skipta þér af því hvað að gerast sko. En að samaskapi getur þig skort réttindin en þú getur samt haft heilmikil áhrif og það kannski með þessu dæmi sem þú ert að nefna er til enn í dag og var svo sannarlega til á þeim tíma sem ég var að rannsaka. Og getur verið þá meiri virkni í félögum þar sem að þau eru raunverulega eina leið þín að lýðræðinu. Það getur verið blekkjandi þetta með þennan bölvaða kosningaréttin að þú haldir og hafi ykkur áhrif með að kjósa 4 ára fresti þar sem að fólk hefur kannski í gegnum tíðina miklu meiri áhrif í starfi sínu í verkalýðshreyfingunni eða samvinnurhreyfingunni, ungmennafélögunum, kvennarhreyfingunni, bindindisfélögunum. Já. En á þessu tíma að þú nefnir þessar 2 hreyfingar sem eru með sýnilegan árangur. En á þessu tíma þá er uppbygging samvinnurhreyfingarinnar, kaupfélagana, margt fleira í gangi sem kannski erfiðar en kaupfélagin urðu náttúrulega samvinnuhreyfingunni sem var langöflugasta aflið í atvinnuuppbyggingu á Íslandi. Já. Í mínu verkefni þá reyndar féllu kaupfélögin aðeins utan við af því að ég ég lét kaupfélög og hlutafélög og slík félög sem kannski fyrst og fremst sko höfðu svona efnahagslega hagsmuni í forgrunni. Ég lét þau í rauninni sko sitja utan við. Og það bara hluti af ekki það skilja ég telji þau neitt áhrif að minni fjarri því, en þetta bara hluti af minni afmörkun. En sko þau náttúrulega eru og ekki bara efnahagslega heldur menningarlega og þegar samvinnurhreyfingin náttúrulega líka mjög stórt menningarlegt fyrirbæri. En það kannski líka með hana að því að hún stofnuð, ef ég man rétt, skömmu upp úr aldamótunum 1900. Þannig að hún kannski verður svolítið eins og ungmennafélags- og verkalýðshreyfingin að hún kannski að blómstra í rauninni eftir það tímabil sem að ég að tala um. Já, eins og með verkalýðshreyfinguna sem að þetta eru varðlaf sko frumbýlisárin sem að nást þarna fyrir 1915. Alþýðusambandið stofnað 1916. Já. Og það ekki fyrir en á 4. áratugnum sem að vinnst samnings- og verkfallsréttur. Það er náttúrulega líka annað sem að þegar hún nefnir sko stofnun Alþýðusambandsins að það er náttúrulega annað sem var líka til þess að ég dró línuna þarna við 1915 er það að 1916 líka, má segja, svona fæðingar ár íslenskra stéttastjórnmála með stofnun Alþýðuflokks og Framsóknarflokks. Fram að þeim tíma sko pólitíska landslægið þá náttúrulega það eru einmenningskjördæmi hér og flokkarnir sem voru á þessum tíma voru framundir aldamót mjög óljóst hvort yfirleitt væru til staðar. Svo komu heimastjórnarmenn og valdtíðingar en þeir flokkar eru fyrst og fremst þingmannabandalag. Þeir eru ekki í rauninni sko fjöldahreyfingar eins og nútíma stjórnmálaflokkar eru. Eða voru. Já, eða voru. Það gæti sagt að þetta væri tímabil sem liðið að stjórnmálaflokkarnir væru stjórnmálaarmur alþýðuhreyfinga. Það erfitt að segja það marga flokka í dag sem eru bara líkar valdaklingur sem eru á styrkjum. En ef við lítum bara á skipulag þeirra að tökum það bara eitt og sér sko, að þá náttúrulega þú getur faktiskt sé gengið í hvaða stjórnmálaflokk sem á Íslandi, hvort sem hefur einhver áhrif þar eða ekki, það svona mál. En þessir voru ekki þannig og það verða þarna einmitt eins og segi skil, má segja nokkur félagsleg skil í stjórnmálunum einmitt þetta leyti. Annað sem ég langaði til að nefna sem að því að þú talaðir kaupfélögin að það auðvitað mjög stór þáttur í allir þessari félagauppbyggingu, kannski ekki síst varandi verkalýðsfélögin. Það eru breytingar í atvinnuháttum og búsetubreytingar sem að verða á seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. aldar. Í rauninni þessi má segja kannski efnislega nútímavæðing sem að framfærir í iðnaði og útgerð og svo framvegis.
og það ásamt brottflutningi fólks til Vesturheims að það styrkti stöðu hins vinnandi manns vegna þess að það var í rauninni eftirspurn eftir vinnuafli og ég held að ég muni það rétt að Sumarliði Ísleifsson sem hefur nú rannsakað sögu verkalýðshreyfingarinnar, sennilega meira en flestir aðrir núlifandi, að hann segir einmitt að það var engin tilviljun að verkalýðsfélög voru að byrja að myndast og skömmu fyrir aldamótið 1900, bara vegna þess að það voru efnahagslegar aðstæður sem að ýttu undir það. Að staða verkafólks þá bæði fór því náttúrulega fjölgandi vegna þéttbýlismyndunar og staða þess var mun sterkari af því að það var svo mikil eftirspurn eftir vinnuafli. Þú nefndir að þú hefur skoðað sérstaklega fjölmiðla sem að það er náttúrulega með þeim mögulega bókum og blöðum og bæklingum og öðru slíku að þá við gætum orðað þá breytist svona félagsrýmið, það er þá hefur allt í einu tækifæri til þess að skiptast á skoðunum við fólk í öðrum dölum. Nú erum við náttúrulega að upplifa gríðarlega umbyltingu á svona félagsrýminu í tengslum við netið og orðið miklu flóknara hvernig það er einhvern veginn í laginu. Er það þessi möguleiki til samskipta, er það ráðandi afl í að byggja vinnu? Mjög þýðingamikið. Sko bæði á þessum tíma er prentmiðlum að fjölga hér á landi og aðgengi kannski að þeim var lengi vel ekki almennt, maður sér ekki mikið af greinum eftir alþýðu fólk í prentmiðlunum fyrir aldamóti 1900. Hins vegar þá fylgdi þessari félagauppbyggingu fylgdi mörgum þessum félögum útgáfustarf. Það var verið að gefa út félagsblöð sem svo sem kannski oft höfðu ekki oftast kannski höfðu ekki dreifingu út fyrir hópin en svo var líka verið að gefa út svokölluð sveitablöð sem voru þá oft stundum einstaklingar sem stóðu að en stundum stóðu félög að baki þeim og þessir miðlar, þeir bæði náttúrulega rétt eins og prentmiðlarnir voru að dreifa hugmyndum svo náttúrulega var þetta tímaritaútgáfa líka á þessum tíma sem að hafði áhrif en þessi miðlar voru að dreifa hugmyndum og félags- og sveitablöðin, þau höfðu mjög þýðingamikil áhrif í þessum efnum vegna þess að þau voru mun aðgengilegri fyrir almenning að taka þátt beinlínis og skrifa í, jafnvel bara stofna sinn eigin og það voru margir á þessum tíma sem héldu þessum blöðum úti sem voru mjög meðvitaðir þetta og töluðu í rauninni þessa miðla sem svona ákveðin æfingavettvang fyrir nýliða til þess að tjá sig og setja hugsanir sínar í ritað form áður en þeir tæki svo skrefið inn á stóra völlin sem að var völlur prentuðu blaðana. Og prentuðu blöðin náttúrulega á þessum tíma líka voru kannski ekki mjög aðgengileg vegna þess að það var, ég held að Guðjón Friðriksson hafi talað þetta tímabil sem það hafi einkennst af blaðakóngum sem að yfirleitt bæði áttublöðin sjálfir voru ritstjóra þeirra og oftar en ekki einu starfsmennir og yfirleitt mjög virkir í stjórnmálum og efni blaðana einkendist mjög mikið af því. Það líka Jón Ólafsson og Einar Benediktsson gaf nú út blað líka og þetta er svona stórbokkar. Já, Jón Ólafsson, Þorsteinn Gíslason og fleiri menn á þessum tíma sem að voru mitt í Björn Jónsson auðvitað Ísafold og fleiri. Hannes Þorsteinsson sem var með Þjóðólf lengi. Og þessi menn, þeir ef þeim líkaði ekki efni sem þeim að senda, bara byrtu þeir það ekki. Og ég til dæmis veit dæmi þess að sitjandi alþingismenn fengi ekki byrtar eftir sig greinar af því að ritstjórunum líkaði ekki efnið. Og það líka, það kemur svolítið fram þarna, samfélagslega stigveldið sem var í rauninni svo greinilegt. Og það birtist aldrei mikið í efni blaðana. Prentuðu blöðin á þessum tíma eru mjög upptekin af sambandsmálunum við Dani.
og það sambandsmáli við Dani, bankamál og svona stærri efnahagsmál. Þetta var það sem á þessum tíma að kalla stórpólitík og það, flestir ritstjórar, þó ekki allir, til dæmis að Valdimar Ásmundsson sem hélt út í Fjallkonunni, að hann skar sig svolítið úr að þessu leyti, að hann var ekki eins upptekinn af stjórnmálunum. Hins vegar þessari tegund pólitíkur, hins vegar ef maður fer í félagsblöðin og sveitablöðin. Félagsblöðin birtu, þau voru ólík, þau birtu, sum þeirra einskorðuðu sig við málefni viðkomandi félags, önnur tóku víðara svið, sveitablöðin tóku yfirleitt svona frekar víðara svið. En það svo augljós efnismunur á þessari tveimur gerðum miðla, prentuðu blöðunum annars vegar og þessum grassrótamiðlum hins vegar. Því að ástæðan kannski fyrir því að þessi grassrótamiðlar voru aðgengilegir fyrir fólk var það að þau voru sennilega að tala fyrst og fremst efni sem að brann meira á lesendum og tala menntun, tala heilbrigðismál og svo framvegis og félagarstarf líka. Þetta tímabil, það sem að það getur talað fæðingu þjóðar, það sem að verður til svona það félagshreyfingar sem að síðan móta samfélagið. Og ég nefndi hérna upp að í svona nútímanum að þá getur við orðið svona hálf blind gagnvart þessu. Það er svolítið haldið að okkur sögu að sagan ýtist áfram af tækninýjungum eða svo það náttúrulega höfðingjasagan sem er núna líklega svona brautryðjanda leiðtogasaga ykkur hérna þessu menn á borðið Elon Musk eða eitthvað fleiri sem að færa okkur söguna. Þessi svona uppbygging samfélagsins út frá virku félagsstarfi almennings. Akkur erum við, ég ætla nú bara að halda það fram, akkur erum við svona svolítið blind gagnvart þessu? Var það enginn sem stundum við sagt að listamenn lifi þeir sem eiga stóran ættbógar sem heldur þeim á lífi? Það þannig að þessar alþýðuhreyfingar að þær hafi ekki haldið sín eigin sögu á lofti? Já, það ekki gott að segja. Ég held að það sé enda mjög greift í okkar menningu hafi verið lengi að við viljum fá söguhetjur, hvort sem við erum að horfa á afþreyingarefni eða en frelsisbarátta vinnuhjúana sem að mátti ekki eignast börn og hafðu engin réttindi og börðust til þess að öðlast borgarleg réttindi. Þetta er náttúrulega stærsta hetjusaga Íslandssögunnar. Já, en þetta hins vegar kannski ekki þær hetjur sem að hefur verið haldið að okkur og á nokkru leyti ennþá haldið að okkur. Ég nálgaðist mitt verkefni út frá því sem kallað gerendahæfni almennings. Það er að segja hversu mikil áhrif almenningu gat haft. Vegna ástæðan fyrir ég valdi þá leið var bæði það kannski að mér fannst að henta þessu efni og líka vegna þess að saga þessa tímabil sem ég var að fjallum og svo sem annara tímabili líka hefur rosalega mikið verið sagað ofan. Þetta hefur verið stóra persónur og leikendur sem voru fyrirferðar mikið og sagan aldrei verið sögð í gegnum þessa einstaklinga. Ég var í rauninni að nálgast þetta úr hinni áttinni og reyna að finna gögn og upplýsingar áhrif fólks í samtökum, áhrif fjöldans. Og ég hins vegar við þessa vinnu að þá fékk ég má kannski segja svolítið nýjan skilning á því af hverju stórmennasagan og sagana ofan stofnanasagan svona út frá stjórnvöldum hefur verið svona yfirgnæfandi. Það kannski bæði vaninn eins og ég nefndi áðan en líka það að það miklu yfirleitt á mun vísari að róa með heimildir. Það nefnilega kannski eitt af því sem að var eitt af sem var kannski hver erfiðast fyrir mig að yfirstigi minni rannsókn var gagnaöflun vegna þess að mjög margt hefur farið forgörðum og það sem hefur varðveist til dæmis eins og ég var að nefna þessi blöð áðan þú kannski sérð að það var kannski blað gefið út handskrifa blaði í kannski 3 ár en þú ert kannski bara með 1 eða 2 eintök af því kannski þú veist að voru 3 ára því að það merkt 3. árgangur
og þannig að þetta mun fyrirhafnar meiri nálgun en sem að mér endar gerir það verkum fyrir mig að því ég svona kannski má segja ákveðin sverhaus að það verður þá þeimun meiri gleði líka þegar maður finnur upplýsingarnar en þetta hins vegar að reyna þessa leið svona er svo sem auðvitað, ég ekkert að finna upp hjólið með þessu má til dæmis segja Gunnar Heitinn Karlsson að hann þegar hann skrifaði fyrir 45 árum síðan frelsisbaráttu Suður-Þingeyinga að þá var hann að fara þessa sömu leið og ég gerði að nokkru leyti hann auðvitað var kannski soldið undir áhrifum eldri söguritunar, kannski líka ekkit þetta lágunum það, þetta 45 ára gamalt verk, en sú bók hans, Frelsisbaráttu Suður-Þingeyinga og Jón á Gautlöndum, í rauninni, má segja, eina fyrstu tilraununum til þess að nálgast söguritt viðfangsefni út frá gerendahæfni almennings. Já, og eiginlega segja söguna frá svona úr augnhæð frá almenningi. Já. Sigurður Gylfi og félagar hafa nú verið að gefa út svona rit sem mikið mörg þeirra frá þessum tíma, svona 1874 og áfram, vegna þess að þá var það miklu algengar að alþýðufólk væri að skrifa dagbækur og skrifa svona hugrenningar sínar eins og það hefði orðið kveiknu svo hugmynd að það skipti máli, sem náttúrulega ótrúlega stór hugmynd að allt í einu kemur það inn í alþýðu manna að þau skipti máli og hvað þau hugsa og hvað þau vilja sem náttúrulega frum forseta þess að baráttan sé háð. Já, og líka sko eitt af skilyrðum þess að maður getur í rauninni nálgast sko þangagang almennings á þessum tíma það að sá sami almenningur hafi skilið eftir sig heimildir frá fyrstu hendi. Vegna þess að ef maður fer lengra aftur í tíman þegar að ég bara hreinlega sko kunnátta í lestri og skrift var ekki orðin eins útbreidd og hún síðar varð og almenningu kannski ekki orðin það félagslega virkur hún var þó orðin á því tíma sem ég að rannsaka að þá kannski einu skiptin sem þú getur séð nafn manneskju sem var bara rétt og slétt alþýðumanneskja ef að viðkomandi ratar fyrir dóm eða þú getur lesið nafnið hennar í manntali eða einhverjum slíkum opinberum gögnum en koma annars lítið við sögu skildu kannski ekkit eftir sig. Það kannski að fæðast út að Já. Þannig ekki öðru. Herðu, bindindishreyfingin hún merkilegt fyrirbrigði sem kannski eitt af því sem að kannski nútíma fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir þessu að því að hún svona dómur sögunar hann eins og það hefur verið eitthvað svona algjör vitleysa, verið mistök verið að berjast fyrir eitthvað sem að seinna reyndist vera óþarfið eða eitthvað slíkt en hún sprettur náttúrulega upp úr eitthvað svona raunverulegri þörf til þess að vinna gegn það voru náttúrulega svona brent vín var að flæða yfir löndin á þessu tíma þannig að það var núna óbjóðafaraldur og það hefur verið alls konar svona faraldur en þarna var raunverulega áfengisfaraldur sem að var að ganga yfir Vesturlönd sem að gat af sér þessa hreyfingu og það vill svo til að á sama tíma eru þessar samfélagsbreytingar þannig að það var reyðilega spurningir sko hvort það sé tilviljun að bindindishreyfingin hafi orðið svona vagga annarra hreyfinga eða hvort að það hafi verið eitthvað svona að hún hafi verið eitthvað svona forsenda að það hafi eitthvað verið í bindindishreyfingunni sem að ýtti undir frelsisbaráttu alþýðufólks. Ég held að bindindishreyfingin sé í þessu til ákveðin forsenda. Bæði vegna þess að út af skipulaginu sem ég nefndi áðan sem að í rauninni markvisst þjálfaði fólk upp í að vera þáttakandi út af því að hún breiddi út faðminn gagnvart fjöldanum en ekki bara ákveðnum hópum samfélagsins og Þannig hún var lýðræðislega í eðli sínu, hún leit alla menn jafna
sem var djörf hugmynd á 19. öld. Já, þarna kosið í nefndir og embætti og hún sko uppbyggingin lýðræðisleg og það kannski má segja áhrif frá henni ekki síst sem verður til þess að sko félögin sem verið að stofna á þeim tíma sem ég rannsakaði hafa sko lýðræðislega uppbyggingu. En það annað líka við bindindishreyfinguna, tvennt annað sem ég langar að nefna. Annars vegar það að hún stóð fyrir sko svona siðbótar, hún hélt svona ákveðnu siðbótar flaggi á lofti, ekki bara í því að reyna að stöðva áfengisneyslu sem var mikið samfélagslegt vandamál á þessum tíma og heldur líka bara því að þáttakendur reyndu bara með fordæmi bæði innan hreyfingar og utan að hafa bætandi áhrif á samfélagið. Hitt svo það að þessi hreyfing, og það annað sem ég held að hafi líka gert hana svona áhrifamikla, það að hún fór að standa fyrir menningarstarf og skemmtun. Afþreyingar hluti bindindishreyfingarinnar, ef svo má kalla, var rosalega stór faktor í að draga fólk að henni. Og maður sér einmitt, ekki verður pínu komist, að maður sér sko mjög ákafa bindindismenn sá nokkuð dæmi það á þessum tíma í bréfum vera kvarta yfir því að ef það sé boðað til almenns fundar þá sé mæting yfirleitt lítil. En ef það sé lofað að verði ball á eftir þá sé húsfyllir og meira til. Sem segir manni það að það í rauninni sko þessi samveru hluti og það að leita ánægju í hópi fólks að hann sko var opbáðslega þýðinga mikill. Og það getur líka verið valdeflandi að skemmta sér í hópi með jafningum. Já, og þetta vera bara inn í kirkjunni eða inn í einhverju svona vettvangi annara höfðingjana. Nei, og líka náttúrulega þetta ekki bara spurningin að snúa sér á dansgólfinu, heldur líka það að skemmta sér saman að það byggir líka upp félagsleg tengsl sem að síðan geta nýst á öðrum vettvangi. Og svo náttúrulega eitt sem rétt að bæta við í þessu líka það að það má alls ekki tala í rauninu þessi félög sko á þessum tíma sem sko einhverja svona eyjar ótengdar hvert öðru. Þau tengdust víða mjög mikið og það var víða sem að sama fólkið var virt í fleiri en einu og jafnvel fleiri en tveimur félögum. Já, en stofnin sem Einar Greinarinn hugsa út frá var bindindishreyfingin. Já, hún má segja, hún kannski má segja svona sá akkur sem að fyrst sáð í og síðan breiðist út frá. Og dreifði út lýðræði og svona hugmyndum einhverja svona jafnaðarmennsku, að sálinnar væru jafnmerkar, það var ekki stigveldi. Já, má kannski, það kannski má kannski segja það sko. Og það meira heldur en áður hafi verið. Já, til dæmis áhugavert í rauninni að spá í sko tengslum eða samskiptum bindindishreyfingarinnar og kirkjunar á þessum tíma. Því að í rauninni fyrir upprisu og útbreiðslu félagshreyfingana að þá var víða í íslensku samfélagi sem að við upphaf þess tíma sem að ég var að rannsaka 1874 var fyrst og fremst sveitasamfélag. Að þá voru kirkjurnar ekki bara trúarmiðstöðar, þær voru í rauninni líka ákveðnar menningarmiðstöðar, því að þetta var vettvangurinn fyrir fólk til að hittast á. Og fyrst eftir að bindindishreyfingin að koma fram, að þá eru margir kirkjunarmenn sem svona eru með sko hornin út í hana og tortryggjana. Vegna þess að kannski einfalda þetta nú svolítið það sko að menn á þeim bæ trúðu því að sko þú gætir eingöngu fengið sálhjálp fyrir trúna en ekki fyrir að vinna góðverki í einhverju félagi eða berjast það einhverju málstað. En síðan gerist það og það kannski má segja sig líka ákveðið sko mjög áhrifaríkt fyrir bindindishreyfinguna það að kirkjan eiginlega gengur til liðsviðana eða fer að styðja bindindishreyfinguna á síðasta áratug 19. aldar. Því að ég held að
held að þá hafi verið búið að sannfæra marga innan kirkjunar gagnsemi hreyfingarinnar við að berjast gegn löstum og sérstaklega ofdrykkju í samfélaginu sem að kirkjunamönnum var auðvitað umhugað eins og öðrum að vinna bug á. Hrafnkell, á samt að fá þig hingað og spjalla.